Góðan daginn, gott fólk. Við erum á staðnum okkar sem við höfum aldrei tryggð við lengi, ekki? Já, örugglega. Þannig að við höfum gaman að því að heyra Guðs orð og meira. Við elskum ræðu Guðsmannsins, hvort sem það ég eða þú. Hún er ekkert betri mín ræða en þín ræða, hún er heldur ekkert verri. Bara guðleg ræða og hún gengur sitt hlutverk, gegnir sínu hlutverki vegna þess að Drottinn er á bak við verkið. Ég sé það á þér að þetta finnst þér hrokin mesti. Og ef þú ert þarna, það er vegna þess að þú þekkir ekki mikið til Jesú og hvernig hann starfar. Við förum í manngreinarálit fram og tilbaka út og suður. En Drottinn fer ekki neitt að manngreinarálit og tekur bara mann sem hann vill nota til þessa verks eða annars verks og aðgrísinum. Vegna þess að hann fer ekki neina goggunaröð og þú ratu að það að Drottinn skóp eitt og sér hvert okkar. Hann skóp eitt og sér hvert okkar með þeirri natni sem honum er tamt. Þess vegna auðvitað gekk hann þannig frá hnútum að þetta var eins og hann vildi og hann elskar sína sköpun. Þannig að hann er ekki maður, við verðum átt okkur á því að Guð er ekki maður. Við erum alveg á fullu í manngreinarálitunum og þetta er nú bara, hefur alltaf verið vandi á þessari jörð og kirkjan er ekkert laus undan þessu vanda frekar en bara annað. Af hverju? Því hún er bara mannlegt samfélag. Með Drottinn yfir, en einstaklingarnir verða að velja hann sem Drottinn. Og ef þeir velja það ekki, þá kemur upp þessi goggunaröð og þessi andstyrð sem heitir manngreinarálit, sem ég veit að þú þekkir ekki, en þú veist marga sem eru þarna. Vegna þess að við sjáum svo, okkur gengur svo illa að sjá Drottinn í fólki. Þannig er það. Og þess vegna til að mynda með pastorum, með allri virðingu fyrir pastornum, þá draga menn upp þessa dýrð af honum, það nú sem betur fyrir á undanhaldi, en mann draga upp þessa dýrð af honum, við hjá sumum verður hann þeirra Guð. Og það er stórhættuleg hugsun. Veistu af hverju? Ef eitthvað gerist hjá honum, þá eru allar líkur til þess að þú sem hafðir hann upp til skýja hrynjir með honum. Og það vilt ekki. Þannig að pastorinn sem slíkur, hann er bara leiðtogi safnaðar, stórslega smásafnaðar og ekkert meira. Af hverju? Að þegar Drottinn valdi hann eða hana til verksins, punktur og eftir. Drottinn velur fólk í embætti. Ég hef ekkert með það að segja. Og við getum þakkað fyrir það að ég hef ekkert með það að segja. Við þakkum fyrir það vegna þess að þú ert að hlusta og horfa á mann bara eins og hvern annan. Sem fyrir goggunar eða út í það farið. Og svo framvegis og framvegis. En líka getur beggst undir vilja Guðs. Og hann reisir viðkomandi þá upp í sér, í heilu og manda. Og hvað gerist þá? Margt merkilegt. Svo færðu að heyra guðlega ræðu. Svo þú getur alveg treyst. Og það er nú eitt sem hann vill byggja upp í þér, og mér og okkur. Það er þetta traust til einhvers. Í dag treystir fólk engu. Það er heimurinn. En ef við í kirkjunni treystum heldur engu, þá er mikið að. Þá hefur Drottinn ekki enn komist að til þess að leiðbeina okkur og leiðsegja okkur og vera okkar Guð. Kannski erum við að bíða eftir æðislega pastornum sem bara gerir þetta fyrir okkur.
Það miklu auðveldara að dýrka út á mann heldur Guð sem þú sérð ekki. En þetta lærdómurinn. Þess vegna erum við að gera þetta sem við gerum. Við erum að lesa Biblíuna, við erum að sækja samfélagi, ekki af skyldurækni. Heldur vegna þess að við viðurkennum orðið að Guð setti þetta samfélag saman. Hvernig líka okkur þetta samfélag? Allavega líkaði þeim ekki vel samfélagi sem að hlaupa úr því, það er alveg ljóst. Okkur líkaði þeim ekki vel við samfélagi, það er vegna þess að þeir sjá ekki Guði í verkinu. Það er vandinn. Og hvernig sjá menn Guð? Þeir þurfa að læra Guð. En þeir hafa ekki skilyrði til þess að læra Guð, því að ég er fylltur heilögum anda, bent og sjálfur, ég er fylltur heilögum anda og heilagur andi sem er gjöfað ofan, gefur mér öll skilyrði til þess að skilja það sem Drottinn er að segja. Ég fatta það, hvað hann á við með þessu orði og hinu orði. Hann segir mér, Konráð, ekki fara í manngreinarálit. Og ég náttúrulega móðgast alveg herfilega við það vegna þess að ég segist ekki fara í neitt manngreinarálit. En svo allt í einu vakna ég upp við það að ég hef bara venjuleg manneskja og ég fer oft í manngreinarálit. Þetta þú þekkir þetta ekki. En þetta er að vera maður. Þetta er að vera þessi veikleika vafni maður. Og þegar maður sér veikleikan á þessu sviði og öðru sviði, þá segir maður við sig maður vill, hey, ég vil deyja þessu. Og þá dettur goggunarröðin af okkur og farið þau fyrir betra. Og við höfum bara að líta til Drottins, horfa til hans og spyrja, hey, hvað vill hann að ég geri? Hvað vill hann að ég geri? Hefur spurt þig að þessu? Ja, ég get alveg sagt þér það og þú líklega veist það nú með mér að það sem hann vill að ég geri er þetta verkefni sem ég er í hér og hefur verið í ég man það ekki hvernig ég byrja á þetta. Er ekki komin ykkur, það er ekki komið eitthvað annan áratug, ég hugsa það. Hér er hann enn að gera þetta verkefni. Því að köllunin, ég segi það, köllunin varir og verkar svo lengi sem maðurinn lifir. Ég er auðvitað vel að gera þetta. Og svo fer ég að elska að gera þetta. Svo fer mér að hlakka til að gera þetta. Veist? Þannig að maður dabrast ekkert á fluginu. Þeir sem elska Drottinn, þeir þreytast ekki, þeir lýjast ekki, þeir halda alltaf áfram. Engin uppgjöf. Og þetta er það sem þú vilt. Þú elskar þetta. En alltaf samt að glíma við uppgjöfina. Af hverju er það? Hún er svo hræðilega nálægt okkur. Það er svo margt sem að beglar okkur og beygir. Og við erum jafnir að tókast á hvort við annað, svona með okkur sjálfum, ekki í reiptogi, fyrir allar augum, við gætum okkur nú á því. En svona með sjálfum okkur. Þetta er vandinn sem við erum að eiga í söfnuðunum og hefur alltaf verið. Við vorum undir frumkíkjun og báslega gaman þar. Og ég segi, hún glímdi við nákvæmlega sama vanda og við erum að glíma við. Lestu orð Guðs og þú sér alla flóruna og þú segir, hei, þetta eru bara við maður. Já, þetta eru bara við. Þegar manneskjan ég er eins og þeir voru í frumkirkjunni. Ég vil nú ekki segja gallagripir, en manneskjur fullar tilfinningar, fullar hugsana og stundum kannski oft rangra hugsana. Þetta er alltaf verið ljóður á ráði mannsins. Hvernig bætir hann þetta? Drottinn gaf okkur leið og það er merkilega við þetta. Drottinn gefur okkur leið frá þessu. Og hvað heitir hún? Trúin mín. Trúin mín er mín. Og ég
sem trúið manneskja þarf að nota hana fyrir mig. Drottinn Jesús þarf að rísa upp í hjarta mínu. Og þá gefur hann mér sýn til að mynda á söfnuðin. Og með tímanum, að því hann er fullur elsku og kærleika, ferð að elska söfnuðin. Það er það hægt. Ferð að elska söfnuðin. Því að þráttur allt, þá er þetta þitt fólk. Mitt fólk. Okkar samfélag. Hvernig líst þér á þetta? En þetta er glímuefni líka vegna þess að við tökum þessu yfirleitt ekki svona. Ef við tökum þessu ekki alltaf svona, segir það frekar. Og þarna rísi upp í okkur og opinberast þessi veikleiki. Og hvað segir þessi veikleiki við mig, Konráð? Þú þarft á Jesú að halda núna til að geta þetta. Til að geta þetta. Og hvað átt hefur ekki Drottinn, hrest mann við þannig að maður heldur áfram. Hann er ástæðan fyrir því að ég held enn áfram við þetta. Ég held að sé sama hjá þér að Drottinn sér til þess að þú haldir áfram við þetta. Og það er markmið. Og þú ferð að telja þína trú í áratugum og kannski líka í áratugum starf þitt á akri Guðs. Þeir eru nú að verða 3 hjá mér, áratugirnir sem ég hef starfað í Jesú nafni. Sem ég raun og veru það hefur verið atvinna mín, alveg, mín ekta atvinna. Ég steig út af atvinnumarkaðnum, 1999. Og þá var ég á þessum atvinnu aldrei ennþá og gat alveg haldið áfram með það, en ég valdi að fara inn í kirkjuna. Þegar Drottinn opnaði mér leiðin í kirkjuna, þá, og ég sagði, ég ætla að fara þessa leið. Ég fór inn og dyr lokuðust á baki. Þetta var ekki í raun og veru eftir snúið. Þannig ég veit alveg hvað það er að taka svona ákvörðun. Var hún eins og ég hélt? Nei, hún var ekki eins og ég hélt. En Drottinn setti í kringum mig, prívat, góðan hóp, sem ég raun og veru hjálpuði mér í gegnum þetta. Ég man alltaf eftir því þegar ég stóð andspænis honum og hefði þótt að leitt hafði hann ekki gert. Ég sagði við hann, Drottinn, ég ætla ekki að vera lengur blankur við þetta eins og ég var. Ég byrjaði þannig, ég átti enga peninga og ekki neitt. En ég leið aldrei neitt skort, Drottinn var yfir, ég vissi alveg hvernig þetta var. Ég sagði við hann, Drottinn, ég ætla ekki að halda áfram að vera blankur við þetta. Annaðhvort útvegaðu mér laun, eða ég sný frá þessu og fer bara aftur að vinna. Þess vegna á sjó, ég var á þeim aldrei, ég hefði örugglega fengið pláss á sjó. Ég var með þess að komið með stefnuna þangað á sjó. Ég fór á sjó á farskipi þegar ég kom suður 99 eða 8, ég man ekki hvort var, og þá ætlaði ég bara að byrja á sjó. Og bara ætlaði ekki að fara neitt inn í kirkjuna, ekki nema bara þá sem bara safnaði meðlumur og samkomur því ég væri í landi, eitthvað svoleiðis. En Drottinn var með annar plan. Og svo opnaði mér leið að fjármagni, að vísu ekki miklu. En með sparsemi nógu þó til þess að skrimta og maður gæti ekki bíl, ég átti nú reyndar ekki bíl, það var seinna. En síðan hef ég haft aura og svo datt ég inn á ellilaunin mín og ég er þakklátur fyrir þau og þá hækkuðu launin mín helling. Það er allir kvart undan ellilaununum sínum, en ég er 10 eða 15 ára undan að ég bara, maður er mill í dag og ég litið á mig sem milla síðan. Þannig að ég kvart ekki undan ellilaununum. En þetta er sagan, ákvörðun.
Ég valdi þetta. Ég náttúrulega vildi þetta. Ég veit alveg hvað þú vilt sem trúir manni, þú vilt þetta. En þú veist eins og ég ekkert hvað það er. Og svo kemur inn og þú áttu von á einhverju aðstoð. Svo færði enga aðstoð. Og það var einmitt mín saga. Maður fékk enga aðstoð. Nema einhverja 100 kalla hér og 100 kalla þar. Engan veginn nóg til þess að lifa svona mannsæmandi lífi. En hér er ég enn, hvað, já, 28-30 ára síðan. Og hvað lögðu var það hvað verið? Af hverju? Við þjóna lifandi Guði. Það er ástæðan. Er þetta til eftirbreytni? Ég veit ekkert hvað þér finnst vera til eftirbreytni. Ég er ekki að segja þetta til að þú gerir þetta. Í raun og veru varða mig ekkert það, ég er að segja hvað ég gerði. Að áætlun lifandi Guðs, ég var alltaf með það á hreinu. Þannig að ég veit alveg hvernig þessir ágætu söfnuð er. Ég man alltaf eftir því hvað ég var glaður í hjarta mínu. Maður hlægir vegna þess að maður vissi ekkert hvað maður var að fara út í. Drottinn sagði við mig, ég held að ég hef verið þá austur í Neskaupstað, hann tala oft við mig þar. Og það var löngu eða nokkur áður en ég síðan kynnist þessu af í nöfnlegi. Hann sagði við mig, Konráð, hann kallaði mig nafni oft. Ég ætla að sýna þér hvernig söfnuðirnir mínir eru. Ég ætla að senda þið inn í söfnuðina. Ég ætla að sýna þér hvernig þeir eru. Vá, nú eru gaman. Og svo fór ég að kynna söfnuðunum. Vá. Svo var ekkert gaman. Veistu af hverju? Já, ég segi nú ekki gaman, ég var alltaf verið gaman. Það er söfnuðirnir, þeir voru bara eintómir ég. Gallagripur eins og ég. Og það er söfnuður Guð. Gallagripurinn þú og ég. Og þeir voru allt í kringum mig núna. En munur nokkur frá hinnu vegna þess að þeir gátu lofa Guð. Þar skildi á milli. En þeir voru alveg jafn leiðilegir og ég og allir hinnir. Ef úti það var farið. En þeir gátu lofa Guð og ég gat lofa Guð með þeim. Lært Guð með þeim og það skildi á milli. Ég sá maður að vera í samfélagi. En Drottinn sagði, ég ætla að sýna hvernig samfélagi mitt er. Samfélagi hans er nefnilega ekki hópur af fljúgandi englum, á engjum, heilagt fólk. Heilagt fólk vissulega, en samt fólk. Og þú þarft ekki annað en að fara til sjálfra þín. Þá sérðu að þar er margt að bærast. Þú sér gamla þinn, nefndu nafnið, koma upp, skjótu upp hausnum, alltaf öðru hvoru og oftar en þú vilt. Þetta er söfnuður Guðs. Þetta sjá ég og þetta þurfti ég svolítið tíma að glíma við með Guði. En svo fór ég að skilja þetta betur. Hann frelsar nefnilega venjulegt fólk eins og mig og þig. Og við vitum að glímuefni trúarinnar er veikleiki minn, segðu með mig, veikleiki minn. Og eftir 30 ár, bráðum, þá finnst maður gallarnir vera alveg óteljandi ennþá. En getur samt státað því að á mörgu hefur sigrast. Þetta er að vera trúuð manneskja. Þannig að trúuð manneskja er ekki hópur af ljúgandi englum. Halleluja! Segjum þetta til sjálfra okkar vegna þess að við viljum vera þetta sjálf, þetta halleluja frá degi til dags, öllum stundum. En eru það ekki nema endrum og sinnum af því að það er svo margt sem er að bærast í okkur sem er ekkert guðlegt. Þess vegna lesum við orð Guðs.
Þess vegna lesum við þessa menn og við sjáum okkur sjálf í þessum mönnum aftur og aftur. Þegar þeir voru að gefast upp á þetta, nenntu þess ekki lengur. Og sumir nenntu þess ekki lengur og fóru. Hvað erum við búin að horfa á eftir mörgum bara okkar tíð í trúnni? Ég veit það ekki. En svo náttúrulega fyrir utan það að horfa á eftir mörgum þó að ykkur hverfur úr mannslífi, eða menn, þá veit maður ekkert hvar þeir eru. En ég veit að Drottinn frelsaði þessa menn, ég þekki þó það vel, og ég held að trúin sé ennþá eitthvað afl í þeim sem þeim langar jafnvel til þess að koma inn í aftur, ef þeir eru ekki þegar í djöbbi. Þó þeir hverfur úr mínu lífi, þá er ekki þar með sagt að þeir séu einhverju eyðijörð. Þeir kannski hittu bara annan hóp og eru blómstrandi þar, ég bara veit það ekki, því að maður hefur svo litlar fregnir af þessum ágætum mönnum og fólki að þessu fólki. En það slitnar í sundur, að þeim menn ekkert svo rektarsamir við, þess vegna vináttuna, ekkert endilega. Og svo náttúrulega fyrir utan það, en óskup lítið sem maður getur gert í því, að það verður hver einstaklingur að fá að lifa þeim lífi sem að hann hefur sjálfur valið að lifa. Ég hef ekkert um það að segja. Og þetta nú eitt af því sem að trúin vil kenna mér, og að maður hefur lært í gegnum tíðina að þú breytir ekki lífi nokkurs manns. Þú ert í mesta basli við að breyta þínu eigin lífi sem þú gætir þó gert, en gerir ekki nema hálfgilding að þú hefur aldrei í verkið. Því að þegar þú tekur ákvörðun að breytast, þá lofa ég þér því, og þú veist það líklega, að þá fer í gang ferli. Það verður að snúa eitthvað í sundur, það verður að kasta ykkur út, og þér líkar það ekki. En trúin kannski búin að byggja upp í þér það mikinn styrk að þú lætur þig hafa það. Og þannig gefur reynslandi sögunar, þú lætur þig hafa það, að þú veist að þú kemst í gegn og þá ertu laus við allavega þennan hluta. Þó að séu kannski 101 eftir. Þetta er vinnan. Þeir eru 101 í dag, segja það, gallarnir. Ég segi að það eru 10 og þér, þú er búin að gera svo mikið. En þá þarf það að vinna þá smátt og smátt að þér. Og ég held að endist ekki ævinn til þess. Svona gerir Guð. Þetta er þessi góði Guð sem við lofum og lyftum upp höndum fyrir og beygjum okkur fram fyrir. Í tilbeiðslu. Og Drottinn setti saman kirkjuna sína í þessum tilgangi að sitt fólk hefði samastað. Við köllum það kirkju, við köllum það samfélag. Þetta er samastaður kristinna manna sem dregur þá þangað. Ekki hvert sem heldur þangað. Og það er mörg samfélag og við veljum okkur eitt. Eða leiðum Drottni að finna fyrir okkur það samfélag sem okkur líkar í. Og ég verð að segja það, ég hef nú verið í nokkur, ég ekki nokkur, ég er búin að vera í þremur líklega. Og mér hefur alltaf líka mjög vel í þessu samfélag og það er ekki málið. Að hverju hóstu þá, spyrja menn, að hverju fer maður? Það þarf ekki að vera neitt flókið svar við því, maður bara velur þetta og kannski langar til þess að pröfa eitthvað annað og það er ekki drangt við það. En aðalatriðið er að við höldum áfram að þjóna lifandi Guði, vera með þessu lifandi Guði, ekki verum ekki Guð, en við getum verið með honum, vegna þess að trúin okkar, hún blasir við lifandi Guði og hann sér myndir af Jesú í mér, í þér. Og hann veit alveg tilgangin hans. Tilgangur hans er að byggja þennan mann upp, bent á þig, byggja þennan mann upp, þessa manneskju, til að hún líkist meira Jesú.
Og með tímanum þá verður maður að segja það að sumir hafa líkst æ meira Jesú án þess að verða hann samt. Þú verður alltaf, já, innan gæsalappa gallagripur nefndu nafnið, en samt ekki sami gallagripur þú vastur og komst inn. Þannig að nokkuð hefur áunnist, en hvað það, hvernig sem við lítum á þessi mál, þá ber okkur að halda áfram. Okkur ber að vera áfram undir afli lifandi Guðs. Og veistu það, einkennilegt, að þá er þetta val upp á hvern dag. Og þú velur þetta áfram, og veistu af hverju þú velur þetta áfram? Þú hefur svo góða reynslu af því, þess vegna velur þetta áfram. Og þú ert bara að ganga í gegnum marga skaflana og komist út klakklust hinum megin og þetta er að gefa þér reynslu þannig að þú lendir ennþá í þessu og þú segir úr því að ég hafði þetta af þá hlýt ég að hafa þetta af núna og það verður raunin. Þarna kemur reynslan til alveg rosalega skjala og þú sér árangur hennar á þér og í þér og þú vext af henni alveg helling af þessum árangri sem þú hefur í hendi og þú ert ekkert að blekkja neitt sjálfa þig þó þú veifur hún. Þess vegna eigum við að veifa þessu góða í okkar lífi sem við vitum að hefur gert okkur gott. Og hvað kemur núna upp? Þakklæti til lifandi Guðs. Það kemur upp. Óafturkræft og þú getur bætt við þennan árangur en þú gerir það aldrei nema með hans aðstoð og hjálp. Þá líka kemur það. Þetta snýst alltaf um það að þjóna lifandi Guði. Og hver veit þetta ekki? Hver kristinn maður veit þetta og er að reyna þetta allt sitt trúa líf. Það er málið. Og við erum enn við þetta. Ég eftir bráðum 40 ár og þú kannski eftir bráðum 60 ár, ég veit það ekki. En hvað það? Þetta er dagurinn sem Drottinn gaf og þetta er dagurinn sem ég þarf að sigrast á ýmsu. Já, þú sért búin að vera við þetta í 60 ár, segjum það sem ég veit ekkert um. Þá hefur þú samt þurft að glíma við alls konar og þessi dagur ætlar að færa þér enn eina glímuna. Klárast þetta aldrei, segirum. Fúll í framan. Ef upp undir fúll, þú ert nú aldrei fúll. En stundu verður þú kannski upp undir fúll í framan. Já, þú þarft að glíma einsun enn við þetta. Hann er bara þetta. Þú ert í þessum táradal sem heitir heimur, fallin heimur. Og hann verður áfram táradalum. En þú átt Krist sem hressir þig alltaf við. Og það er munurinn. Þannig að þú verður aldrei uppgjöfun af bráð. Það. Þú sem ert búin að ganga þetta segjum í 60 ár. Þú ert það vegna þess að þú gafst aldrei upp. En stundum var brattinn töluvert mikill. Og þeir fannst þetta alveg óskaplega erfið. En þú ert í dag, segjum 60 ár, ég veit ekkert hvernig þú ert. Og þú ert ennþá við þetta. Ennþá að glíma við, já, að ná gleðinni. Ennþá að glíma við að halda í trúna og ná henni upp. Og þetta er glímuefni manneskju svo lengi sem hún lifir. Ég sé ekkert annað. Ég er búin að vera lengi við þetta sjálfur og ég er ennþá eiginlega á sama stað þannig að maður er alltaf að glíma við einhvað. Er það skömm og já, nei. Þetta er bara viðurkenning á því að vera breskur maður. Og það er þetta sem Drottinn vill heyra frá þér. Þú ert bara bresk manneskja. Þú verður aldrei neitt annað. Þannig núna ætlar þú að taka allt prjál af þér og eftir þess horfa á Jesú, veistu það, það er léttasta leiði fyrir þig það sem eftir líður. Er þetta hægt? Nei, ég held að sé reyndar ekki hægt, en þetta er gerlegt með því að vera með Kristi í deginum í dag. Öðru sér það ekki hægt. Þess að þú vaknar í morgun, gafst Guði daginn og segir ég ætla að lifa með þér í dag, Drottinn, og þú ert ennþá með honum. Svo ferðu að sofa,
fallega höfuðið þitt leggst á koddann og þú hrópandi ykkur lofgjörð til drottins. Þannig hefur þetta líf verið. Þess vegna líka erum við það sem við erum í dag, já, áratugum seinna. Þetta er leiðin. Jesú í dag er málið. Og meðan svo er engin hætta á því að þú rennir af einum og leggir stynjandi út í kantinn, grátandi og harmandi hlutinn. Það verður ekki. Og kannski stynjandi og grátandi og kvartandi. En svo þurrkar þetta allt saman af og tárun og augunum og svo heldur áfram. Þannig hefur þetta verið. Af hverju? Því trúin lagðist aldrei það mikið niður að hún gæti ekki gefið þér lengur kraft. Það vaknar aftur, alltaf aftur og byrjar. Þetta er eiga trú sem virkar. Og þessi trú sem virkar er vegna þess að þú hefur leyft henni að virkja þig á hverjum degi. Þú vaknar með Guðs orð og vörum. Þú lest Guðs orð, já, eins og ég á morgnana. Og sem ég biðja á morgnana. Já, hvenær sem að þið biðja þeir gera þetta og eru því hljúandi á vængjum yfir alla erfiðleika. En þeir koma, erfiðleikarnir. En trúin hefur kennt þér hvernig þú átt að bregðast við þeim. Og þú flýgur yfir þá. Þú steytir ekki á þeim. Og þeir leggja þig ekki að öllu. Því drottinn er með og hann reisir þig upp. Því oft hefur hann ekki reist mann upp. Hann ráð, hérna, takt í höndina mína og svo ætla ég að reisa þá á fætur. Aftur og aftur. Hvar varst þú þá? Þú varst bara heima öður að lesa Mokkann. Þú veist ekki að ég var í minni glímu. Þegar þú hóttið þinni allaveg svona hörðustu glímu. Við vitum svo lítið hvort annað, að við erum ekki í augsýn hvort við annað öllum stundum. En Drottinn sér þig alltaf. Og þetta veistu, og þetta er gott fyrir þig að vita, og þú átt að notfæra þér þetta. Sé augliti mitt. Og það var mikil uppgötvun þegar ég uppgötvaði þetta. Hann sé augliti mitt, og það var líka rosalega mikil uppgötvun þegar ég áttaði mig á því, að hann veit þegar ég sitt og þegar ég stend. Svo ég sitt, svo kalla. Þetta var mikill trúastyrkur fyrir mig og maður sagði, býtu, hvað ætlar maður að reyna ef að þetta er svona? Var ég fúll? Nei, ég var glaður. Mér fannst þetta gott. Ég kunni vel við þetta. Þegar ég eins og þú þarf mitt aðhald. Og ég fekk það þarna í þessari hugsun og fullvissu að svona væri þetta. Þannig að þó þú sjáum mig ekki, þú getur nú ekki alltaf séð mig, þá get ég alveg fullyrt það að ég er bara hann sem þú þekkir. Þetta er roki. Eins og ég oft sagt að hef ég ekki hugmynd hvað þú segir hroka. Var annar hver maður kannski hjá þér hroka gekkur og þú auðvitað alltaf stikk frí hvað hann varðar. En ég segi að hugsa svona aðra er ekkert af neinu nema hroka. Þannig að þú ert víst hrokagekkur. Þannig annars slægið allavega. En þú ert eins og ég, á trúna í hjartanu þínu, og hún er að vinna sitt verk. Hún er að mýkja hjartað. Og núna drekkur hjartað í sig allan þann vökva sem að drottinn hérna vil setja í þetta hjartað. Það er ekki lengur eitthvað gegnþurrt. Þú setur vatn á það, bara rekkur að því eins og vatnið af öndinni gerir. Við höfum ekki að vera með svona hjarta, en erum oft með þetta hjarta. Vegna þess, ef hjartað þornar og herðist, er það alltaf vegna þess að við höfum aðskilið okkur frá Guði. Og það eru margar ástæður fyrir því að ég vil aðskilja mig Guði. Hann er ekki sanngjarn. Alltaf ásökun, aldrei neitt aðeins mér, alltaf ásökun á einhvern annan og í þessum Guð.
Hann er ekki sanngjarn. Þá vildi ég fara að sprikla eitthvað af vitleysu og Drottinn sagði, nei takk, þú gerir þetta ekki. Og ég fór svo ekki rúllandi vílu að hann er ekki sanngjarn. Þetta er maðurinn. Og segir svo að maður þurfi ekki á Jesú að halda. Þú veist að þú þarft á honum að halda. Og þú veist að þú þarft að fá ræðu í þín eyru og í þitt hjarta sem vekur þig. Þú kannt ekki vel við það, en eftir á þá elskar að fá svona ræðu. Og þetta eykur þroskan og þú hrópar eftir svona ræðu jafnvel sjálfur og sjálf svona þegar fram í sækið. Því að þú vilt fá ræðu sem hressir þig við. Færið til þess að opna augun og sjá eitthvað upp og ný. Þannig að þú varst lagstur í svona hálfgerðan dvala. Er þetta hægt? Þú veist að þetta er hægt og núna erum við að tala einstakling. Þú veist að fullt af fólki í kringu þig sem þetta alltaf ég aldrei neitt. Þú veist náttúrulega ekki en það er aukaatriði. Þú skalt gera það sem Drottinn ætlar þér að gera og það er nóg fyrir þig og það er nóg fyrir mig að gera það sem hann ætlar mér að gera. Mér var það ekkert annan. Þannig er það. Þannig að við deyjum öllu svona. Þetta er eitt af því sem að trúin gerir fyrir okkur. Hún er svo góð við okkur þessi trú. Þannig að Drottinn var ekkert að djóka þegar hann kom með að faðurinn senda til jarðarinn til að búa til plan, búa til landsvæði fyrir sitt fólk. Og þetta landsvæði fyrir okkur er samfélag kristinna manna. Við kallum það líka kirkju. Og allir sem að eiga til trú, þeir dragast í þetta samfélag. En þeir geta auðvitað hlaupið úr því aftur. En þeir dragast í þetta samfélag að því það voru ekki allir jafn brosandi og þeir héldu til að byrja með. Og við vorum að leita á styrk og huggun og allir væri voðalega mikið afið okkur. En það var ekki þannig. En ég reyndar hef ekki þessa sögu að segja þegar ég var að koma inn í trúna og Guð bara góðu við mig og hann líka góðu við þig. Ég man eftir því þegar ég var að koma inn í þessa söfnuði fyrst og þá bara held ég allir, hver einasti maður tók í hendin á mig, kom bara til mig og tók í hendin á blessaðar, velkomin í þennan þjóðfélag. En það er reyndar ekki lengur og maður svo sem grípur ekki hendina og já, einhverjum svona, maður má vera að því. En þetta er ekki lengur, þetta var mér á sínu tíma mjög mikilvægt. En svo náttúrulega lærði maður inn á fólki og sá að þeir voru svona bara eins og ég í alls konar ásigkomulagi. Og það var heilmikill styrkur að átta sig á því. Og þá var líka, fer maður af þessu, eins og ég gerði, og Drottinn verður stærri í minni veru. Og það var með þessum hætti. Og núna í dag er það þannig að hann skiptir öllu máli. Fólki er þarna, jú, og við elskum hvort annað og allt saman það og við erum ágætir vinir margir hverjir. En Drottinn er öll myndin fyrir mig. Þetta er að hafa leyft trúnni sinna að vaxa. Þannig ég sé engan möguleika fyrir mig að leggjast út í kanti. Og meðan maður er á þessum stað í þessum eldi, þá er maður ekkert á leiðin út í einhvern kant. Og hvað ætlar maður að gera það? Velta sér upp úr mölunni? Ég nenni því ekki. Og ég veit að Guð ætlar mér ekki það og þess vegna er ég að gera þetta sem að Drottinn hefur boðið mér að gera nákvæmlega. Það sem Drottinn hefur boðið, það skaltu gera. Ég veit nú ekki hvað hann sætti mig. Hættu þessu rugli. Þú veist það vel og farð að gera það. Ef að ég veit að hvað mér ber, þá veist þú það líka. Því að Drottinn er persónulegur Guð. Þannig að hættu þessu rugli. Þá er bara næsta verk að bretta upp ermar og byrja. Já, ég með vantar allt til þess. Byrjaðu með það sem þú hefur. Kannski áttu bara eitt penna og eitthvað samar vöðlar blað eða hann ætlaði að skrifa. Byrjaðu. Og hann sér að þú ert farin af stað og hann bæti við þig.
svo eftir 30 ára ertu komið með allt sem þú þarft. Þetta er mín reynsla. Hann er góður við mig og hann ætlar líka að vera góður við þig í Jesú nafni. En segðu þetta gott og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.